Áfram höldum við með föstudagsþátt N4. Við ætlum næstu mínúturnar að velta fyrir okkur hjálparstarfi sem að með ýmsum hætti land allt. En á Eyjafjarðarsvæðinu eru nokkrar stofnanir með samstarf. Verið velkomin. Birna Dís og Guðmundur, við byrjum á þér, Birna Dís. Hvaða stofnanir eru það sem að sameinast þá í jólaaðstoðinni? Það Hjálparstarf kirkjunnar, Hjálpræðisherinn, Mæðrastyrksnefnd á Akureyri og Rauði krossinn. Og unnið saman, hvað ekki, 5. árið okkar? Já, 7. árið okkar. En hvers konar samvinna þetta? Það samt úthlutun til fólks sem að einhver hluta vegna hefur ekki getu eða fjárhagslega burði til þess að halda gleðileg jól. Já, þetta þá svona aðstoð. Þetta ekki stórar upphæðir sem við erum að veita en sem það til þess að hjálpa fólki að komast í gegnum þennan tíma sem oft erfiður, náttúrulega meiri útgjöld. Og það var þannig hér og sums staðar á landinu ennþá að fólk, það safnað sama mat og því úthlutað og það myndast á biðræðir og þetta svona fannst okkur svona niðurlægjandi og hafa verið ræddir það og hugsunin þá svo með þetta samstarf að við útlutum þá úttektarkortum sem fólk getur farið með þá í búðir og keypt það sem það hugnast. En þetta þá fyrst og fremst hugsað sem mataraðstoð. En hugsunin að standa saman þetta. Og það hefur reynst okkur afskaplega vel og hefur mælst vel fyrir að gera það með þessum hætti. Og þá kemur fólk til okkar og í viðtöl og förum aðeins yfir stöðuna og fær svo úthlutað matarkortum sem þá mismunandi upphæð eftir fjölskyldugerð. Ég sá í fjölmiðlum daginn að stéttarfélögin á Eyjafjarðarsvæðinu voru að gefa ansi myndarlega gjöf, 2,5 milljón minni mig. Hvernig gengur að safna? Það gengur ótrúlega vel og betur sýnist mér ár frá ári bara og fólk átt að segja á því að þetta virkar vel að vinna saman, þetta verður svona miklu faglegra og betra bara, maður fær betri yfirsýn yfir stöðuna og fólk ótrúlega örlátt og gott við okkur, bæði fyrirtæki og einstaklingar. Hjól atvinnulífsins þau snúast hratt og það núna koma tölur að launin hafa hækkað talsvert á árinu en engu að síður þá fátækt í landinu. Já, það að vera öryrki með börn eða bara öryrki og með strípaða bætur, það bara mjög erfitt. Það mikið í kringum það geta verið veikindi og alls konar aðstæður sem og þá á fólk ekkert ekstra þegar eitthvað Viðtölin sem að þið eru að taka, þau geta þá sjálfsagt ímyndaði mér tekið þessi á? Já, það náttúrulega viðkvæmasti þátturinn í þessu úthlutunarferli að það mjög gleðilegt að geta afhent en fólk kemur náttúrulega með dálítið brotna sjálfsmynd, fátæktin skemmandi og það það sem við viljum þá aðeins líka taka á, reynum að skapa þá svona andrúmslegt traust og vera þá frekar hvetjandi og við höfum þá bent á úrlausnarleiðir aðrar í þessum viðtölum og þetta þá prestarnir og starfsfólk þessara frjálsu félagasamtaka sem taka þessi viðtöl svo við reynum að vanda okkur eins og við getum. En þeir sem að þiggja þessa aðstoð eða fá þessa aðstoð, þið sjálfsagt eigi nú svona til sögur í ykkar ranni til dæmis til fólk sem að þáði aðstoð fyrir einhverjum árum og síðan hefur hafa aðstæður breyst og þetta fólk að koma síðan og leggja í púkkið. Já, það sem okkar grundvallar sjónarmið í hjálparstarfi og hjálparstarfi kirkjunnar og hjálpræðishersins og Rauða krossins við viljum hjálpa fólki til sjálfshjálpar og það náttúrulega mjög gleðilegt að það gerist að við sjáum að fólk
kemur ekki til okkur aftur. Við viljum helst vera óþörf og þannig ætti það náttúrulega að vera og það nú tala fjálglega það að útrýma fátækt og ræða forsætisráðherra Jóhanna Hjaltadóttir talaði skömm fátæktarinnar, sko. Þetta er náttúrulega eitthvað sem samfélagið þarf að takast á við en það sem svo gleðilegt að það að ég til dæmis var að kona sem sótti til okkar og svo fékk hún veglegan arf og manni blöskrar hvað hún að gefa mikið til okkar. Ég finnst það náttúrulega allt mikið. Við erum náttúrulega innilega þakklátt fyrir það en það sýnir líka að þykja hjálp, það getur í raun og hver sem lent í þessari stöðu. En svo er þetta að hjálpa öðrum, að það er svo ríkur þáttur. Já, við stöndum náttúrulega fyrir samtök sem hafa þetta sem grundvalla sjónarmið. Mannúðin það mikilvægasta, kærleikurinn, umhyggjan. Þetta er það sem gefur í raun og mest og það er náttúrulega okkar sjálfboðaliðar, þeir líka njóta þess að taka þátt í þessu starfi. Ég held að við séum á þriðja tug fólk sem kemur að þessu starfi og það er frekar að komi sjálfviljugt en að þurfa að hringja. Stundum þegar maður er að lappin í versluna, miðstöðvar eða eitthvað svona, þá sér maður krakka sem að selja eitthvað og allur ágóðinn rennur til jólaaðstoðarinnar. Þið kannist við þetta og að fá fullt af heimsóknum frá krökkum sem að skila penningum? Já, við fengum hjálpræðisherinn. Við fengum símtal og þá var það móðir sem móðir 10-11 ára stúlku og þá hafði hún og vinkonan að vera að perla í allt haust. Alls konar jóladót og svona og gengu í hús og seldu og söfnuðu 40.000 krónum. Og vildu gefa það þeim sem minna mega sín. Og komu og gáfu þetta í jólapottinu í hjálpræðishernum og Glerártorgi og þetta var ótrúlega mikil vinna sem á bakvið þennan pening og þetta er mikil peningur sem það gáfu. Og ég var bara klökk þegar það komið því að þetta er góð framtíð sem við eigum í þessum krökkum. Þarna eru þessar stelpur, það eru búin að perla bara eins og enginn væri morgundagurinn. Já, það er alveg yndislega. Og þetta er rosalega gaman og því að við erum þessi félög sem eru að vinna saman. Við erum að styðja fólk í annan tíma líka. Við erum saminuð þetta. Svo er hvert félag að styðja allt árið í velferðarstarfi, bæði með matarkort eða svona bónuskort eða nettokort. Það fyrir eftir hvaða félag er. Og við erum með sumarbúðir, eins og Hjálparstarf kirkjunnar og Hjálpræðisherinn, þeir reka sumarbúðir fyrir fjölskyldur, ekki bara fyrir börn, heldur þannig að öll fjölskylda getur notið þess að vera saman í nokkra daga og þeim að kostnaðarlausu. Mæðrastyrksnefnd hefur styrkt sumarbúðir fyrir krakka og reyndar Hjálpræðisherinn líka. KFM og K á Hólavatni og Ástjörn. Þannig að við erum að vinna mikið meira saman heldur en bara í desember. Þannig að jólaaðstoðin, þetta er raunverulega bara þessi árstími en þið eru allt árið nánast. Já, það er reynslan að þetta samstarf hefur tengt okkur það vel að við sjáum í raunverulega kallað sóknarfæri eða samt möguleika á samstarfi sem hjálpar þá þessum hópi. Og það sem Birna er að nefna þá hugsa fyrir þá sem geta ekki veitt sér þetta á eigin kostnað. Og það er þá skoða og Mæðrastyrksnefnd er alltaf með fundi svona seinniparts mánaðar þar sem hún taka á móti fólki sem í erfiðleikum. Það er líka fermingarstyrkir fyrir fjölskyldur sem eiga í fjárhagsörðuleikum með að halda hátíð. En megin hugsunin náttúrulega þessi sem mér finnst í rauninni ætti að vera miklu ríkari þáttur í okkar samfélag, okkar velmegunar samfélagi að gefa af sér, að sýna samúð og það er óttalega fánýtt þegar menn eiga allt og við erum í vandræðum með að finna jólagjafir handa okkar nánustu en af hverju þá ekki að eins og Hjálparstarfið býður upp á að gefa geit sem maður fær aldrei eða viðkomandi fær aldrei heldur einhver
suður í Afríku fær geitina og geitin eignast afkvæmi og þetta verður að bústofni sem breytir lífi fólks þar. En þessi hugsun í rauninni það sem það sem við viljum leggja áherslu á. Mannúðin, umhyggjan og það, hamingjan þarna og það ekki, eins og sumir segja vísindalega sannað, á kannski ekki orðað þannig en að þetta að gefa af sér að það í rauninu svo mikil hamingju hvati og það tengir fólk saman og skapar þetta góða samfélag sem við viljum sjá. Hamingjan þarna. Birna Dís og Guðmundur, bara þakka ykkur fyrir þau eru að vinna gott verk og við segjum bara hérna á N4 bara gleðileg jól. Ég má til með að beita einu við, ég færa þeim sem hafa gefið þetta starf innilega þakkir fyrir. Takk fyrir.